Rúnar, hlýtur á sáttur með þína menn í dag eftir 2-0 sigur á IBF? Já, rosa sáttur. Þetta var vitað fyrirfram að þetta er erfiður leikur og hann kom á daginn. Þetta var mjög erfitt. Menn voru fljótir að vera þreyttir fannst mér og þetta er svolítið skrítið af því að það eru 5 dagar síðan spiluðu síðan sem er meiri hvíld en við erum búin að vera að fá undanfarið en við skorum alltaf algjört heppnismark fyrsta markið en skorum svo gott annað mark og jafnvægi með liðanum í fyrri hálfleik Eyjamenn sterkari en við í síðari hálfleik hvað var það að hafa boltann en þeir sköpuðu svo alla færi að ég held einhver hálffæri en við eigum hérna 2 algjöra deddar í seinni hálfleik til að skora og ég sé fullt af góðum möguleikum en mér fannst við bara gera óbúslega illa úr skyndisvitna möguleikunum okkar. Alltaf feilsending eftir feilsending og við misstum boltann og fyrir vikið herjuðu þeir bara á okkur og það er alltaf erfiðar og þú verður þreyttari fyrir vikið held ég og við komum ekki í liðinu okkar nægilega hátt upp völlinn. Sammála svona smá þreytumerki allan á einhverjum leikmönnum á köflum og kannski tala kannski bara gott á að ná þessu mörkum inn kannski svona tiltölulega snemma. Já, algjörlega, það bjargaði okkur algjörlega að skora snemma og komast í þessi stöðu og þú veist, það er ekki alltaf auðveldar að hvíla sig án boltan, það er yfirleitt betra að hvíla sig með hann en við vorum bara settir í þá stöðu að vera þvingaði niður og Eyjamenn spiluðu vel, þeir eru með marga góða fótboltamenn og gott skipulag og þeir þrýstu okkur hérna niður en við vorum ágætlega sáttir í stöðunni og sáum þá ekki finna einhverjar miklar hólur á þessu þannig að hérna, fyrir okkur skiptir máli að halda hreinu og skiptir máli að fá 3 stig og vinna leikinn og halda áfram okkar vegferð. Vestri tapaði í dag sem þeir komnir upp í 5. sæti, maður er búinn að sjá bara allavega sérstaklega í úrslitunum allavega mikið svona stíganda í leik fram. Ertu sammála því líka bara frá frammistöðulega séð? Já, frammistöðulega séð erum við búin að vera flottir undanfarið og hérna ætlum að reyna að halda því áfram. Við erum að reyna að bæta okkur frá því fyrra og við erum að horfa aðeins í það hvernig staðan okkar er núna gagnvart því ári, sjá einhvern stígandi í því sem við erum að gera. Það er mikil trú í liðinu núna og það eru öflugir strákar sem að berjast sætið sitt í liðinu og við þurfum að gera breytingar í dag, 3 ár frá því síðasta leik og það kom allir inn og gera vel, þannig að það er mikil samkeppni og það er mikil hugur í mönnum og ánægja og gleði þegar vel gengur en þú veist, ef þú nærði úrslit eins og í dag og eins og kannski við getum sagt að við náðum úrslitum út í Breiðablik þó við höfum verið ósáttir við jafnteflið og FH þar á undan og bikarleikur inn á móti Aftureldingu þá er þetta eitthvað sem gefur mér sjálfstraust og trú af því að þú veist, það tapar alltaf og þá fara menn kannski að minnka trúin á þjálfarann eða það sem við erum að segja og breytinga. Næsti deildarleikur á móti Skaganum, þú talaði um Vesturleikinn áðan, Skaginn vann með nýjan þjálfara í brúnni, bara hvernig líst sá leikur núna í þér eftir byrjunina? Já, bara, þú veist, alltaf breytingar með nýjum þjálfara, við þurfum að skoða þá vel og sjá hvað þeir eru að breyta einhverju eða hvað en Skagamenn eru unni okkur hér í fyrstu umferð er með nánast samanlegu fyrra og ég hef bætt þessu eitthvað þannig að þú veist, ef þeir þú veist, ná sínum besta leik þá og hvort sem þá verður alltaf erfitt ég fara á grasið upp á Skaga og hérna, það er bara hörkuleikir alltaf, lið sem spila álíka fótbolta og svipa kerfi og þannig að við þurfum að reyna að finna leiðir til að ná okkur stig, það verður gott að taka með okkur stig þaðan og þá maður vilja alltaf 3 en við bara þurfum að skoða það núna í kjölfarið á þessu leik. Á atburðarásin í leiknum Eyjamenn á skalla sem Kenny Bjargar og Línus og myndast einhver barningur margir held að var þetta mark fór eitthvað ykkur á bekknum? Já, ég held að þetta var mark ég sá enga hendi, ég sá ekkert hvað gerðist þarna en svo ákveðin léttir að sjá að dómarinn var þetta með aukaspyrnu og vonandi hefur hann bara rétt fyrir sér, ég held að hann hafi yfirleitt dæmaðir það sem þeir sjá og eru ekki að dæma úr líkum þannig að þú veist, ef hann hefur séð hendi og dæmir annað þá er það bara sterkt hjá hann og hérna mikið létti fyrir okkur því að það voru eitthvað 10-12 mínútur eftir held ég þegar það gerist hvort sem það er 5 eða 10, það skiptir ekki öllu máli að þú veist, þá bara er þetta erfiðara og þá eru menn stressaðir og svona þeir vaksa og fá trú. Gerir 3 breytingar fyrir leik, Haraldur og Kyle í banni, Róbert meiddur, skilst mér, hvernig staðan á hópnum? Já, við getum ekki gert þessum bönnum, Róbert er eitthvað slæmurinn hérna eftir mikið hála undanfarið og Gummi Magg tóknaði lítilega í lærinu og síðustu æfingu fyrir leik og misti af þessum leik og einhverjum í viðbót væntanlega. Alex Freyr er ennþá ekki alveg 100% en svona Tryggvi er að koma tilbaka, fær að koma inn á núna og spila nokkra mínútur og maður, þú veist, þannig að ég held að ég verð að segja að staðan sé góð
Hún var betri fyrir viku en hún er þokkalega góð. Róbert og Gummi eitthvað lengi frá eða þetta eins og segir bara kannski eitthvað lítilegt sem kemur í ljós? Gummi kannski einhverja 1-2 vikur í viðbót, það var til að koma betur í ljós en að Róbert gæti verið bara klára næsta leik aðeins að ég sé hver læknir sjúkraþjálfari, ég er ekki búinn að kíkja á hann en ég held að það ætti að vera að kippa honum einhvern veginn í liðin. Róbert, til hamingju, gangi vel.